kókosvatn. Já, erum við konar að stað? Konar það? Ég ætla að segja þér hérna, og við erum að drekka þetta hérna. Þann drikk, sem heitir, hvað heitir þetta? Hydrate. Og ég nefnilega eftir ég fekk hjartaáfallið. Þá er ég búin að vera að setja, sko, taka myndir af drikkjum í búðum, eitthvað svona nýju einhverju, og spurja ChatGPT hvort sé hollt. Og ég fæ svo sjaldan eitthvað sem hún segir bara, herðu, Þetta er í lagi. þetta er í lagi. Það er alltaf eitthvað svona, við skal ég á við. Það er alltaf eitthvað aðeins eitthvað, það er ómikið af þessu í þessu. Samt er þetta einhverju markasett sem einhverju heilsu dæmi, sko. Já, ég meina, Þetta er svolítið kunst. þetta er mikil kunst, sko. Og ég held ég er ekki þessi gaur. Nei, ertu orðin þessi gaur? Ég er svona, ég ætla að meina að þú og Helgi vinur minn séu svona 100% þessi gaurar. Mhm. Ég er svona 25%. Ok. Ég er alveg þar. Ertu alveg búin að því þú tókst náttúrulega alveg vel í taumana eftir hjartaáfallið. Ertu búin að halda þér þar bara? Sko, nei og já. Ég er bara þannig að ég er sko, ég er svo fljótur að rosalega eiginleiki minn, Sölvi, er sá, ég er rosalega fljótur að gleyma einhverju svona hrikalu. Þú veist, Já. ég er svo fljótur að komast yfir áföll. Við skjáðum við. Eins og þetta, ég voru svona fljótur bara svona, já, herru, við ekki að fara við voru að fengja okkur bland í póka, hvað ruglir þetta, við skjáðum við. Við voru að fá okkur ís. En ég er komin langt frá því að fara á samastað ég var á. Já. Ég var bara í rósbísamlögum á morgnana og orkudrykk. Og vínabrauði. Já, vínabrauði. Ég er langt frá því. En ég er samt alveg svona, ég veit alveg hvernig ég er. Ég er rosalega fljótur að komast yfir eitthvað svona, ég hitti konun um daginn, hún sagði mér hún að fengið eitthvað, ég man ekki hvað það var eitthvað svona, eitthvað agalegt dæmi sem var ekki hjartaáfall, en hún fekk eitthvað svona agalegt dæmi og hún sagði bara ég var í sjokki og ég var bara 9 eða 10 mánuði andlega að ná mér. Og ég fekk hjartaáfallið í mars og ég var eiginlega bara, Þú varst bara mættur hress í dóttarfútból eftir 3 daga? Já, og ég var bara svona, ég hefði getað að fara að gigga á 50-deginum og ég kom á spítalinn á 3-deginum. Mér leið þannig. Já. Og ég er svolítið til, já, og þetta er svona svolítið vitlaust, ég veit það alveg. En líka partur af þessu svona, þú verður að halda áfram. Ég er eiginlega komin alltaf á þá línu, nú lærði ég sálfræði, sko. Já. Að það sé ekkit endilega best að vera að velta svo lengi upp úr hlutum. Það er líka bara coping mechanism að halda bara áfram. Já. Skilur, bara eitthvað sem er að gefa þig gleði og ánægju og það er gott fyrir heilsuna líka. Já, einmitt. Ég var nefnilega svolítið svona, ég átti það til svolítið að festast í, þú veist, eða kom eitthvað fyrir mig, þá var svona, þú veist, þá var ég lengi að koma mér út við því. En svona í seinni tíð, þá er ég bara, einhvern veginn þessi eiginleiki bara komið á mér og ég held að ég bara reynsla líka sem bara manneskja, er að það ferði í gegnum svo margt í lífinu og áttar á því, þú veist, það heldur allt áfram. Algjörlega. Þú veist að, þú mætir líkbíla röð, þú veist, líkbíl, mætir röð af fólki sem er leiðin í jarðaför og þú tekur fram á þeim og þú ert að leiðin eitthvað í podcast eða eitthvað. Og öfugt, þú ert í röðinni, ert að leiðin í jarðaför og fólki bara heldur allt áfram. Já. Það stoppar enginn eða... Einmitt, það er mjög gott að svona hugsa það með reglulegum hætti, sko. Já. Þetta er ekkit, Veistu svona, það er... og allir þessi vandamál, maður reynir alltaf að segja manni, sko, þetta fer blæsi yfir, en stundum er þetta svo stórt og heldur það ekki. Það er svo, þú ert inn í hverfubílunum, þú ert bara eins og þegar ég skildi og svona, sko, ég er aldrei að fara að komast út úr þessu, aldrei. Einmitt. Það var aldrei, þetta er bara, hvað ætti að geta komið og bjarga mér út úr þessu? En svo bara sérmaður aðra sem að lendi í miklu erfiðari hlutum og fleira og eru ennþá að berjast jafnvel. Þannig að það er alltaf einhvern veginn og meiri sér að þeir á að fengi einhvern tímann eitthvað smá frí eða eitthvað, þú veist. Þannig að mér finnst, ég svona reyna að temja mér að taka þessi ekki of alvarlega þessum hlutum sem við lendum í eða, þú veist, koma fyrir. Ég myndi segja, sko, afandi, að því þú nefndi nú mig og Helga, hafa pælt mikið í heilsu. Já, mikla fyrirmyndir. Já, ekki að fyrir. Nei, þið eru það. Ekki að fyrir, við hugsum vel svefnin. Alveg óþolandi. Hvílum okkur vel. Já, óþolandi, en samt alveg, þú veist. Heyrðir Jón og náða hann 11 tímum í nótt? Já, þú veist, ég gert grín á honum. Hann sé ekki góður nema að náða 13 tímum. Og en ég meina þetta er svo, það er svo leiðilegt að þurfa að viðurkenna að þið hafa haft rétt fyrir. Við skilum við. Já. Nei, ég myndi segja, sko, að því það er óraunhæft, eins og þú segir, ég held að
nú bara 7-9-13 hef ég ekki lent í neinu svona eins og þú fórst í gegnum. En ég sé alveg fyrir mér að ég væri eftir ekkert langan tíma, ég verði ekki fara þá okkur eina tepólu bara. En þá held ég það eru óraunhæft að ætla að fara að vera fullkomin. Það er það engin. Þannig að ég heldur sért bara að þú segir og sért langt frá því að vera stannu svo vast og þá ertu góður. Þess nýstum að búið til nýja vana og búið til nýtt baseline. Og það er svolítið svona, svo er maður náttúrulega með allt þetta fólk í kringu sig, þú veist, ykkur og alls konar fólk sem er búið að vera að segja manni svona hluti og þá fer þetta detta inn. Já, það er þetta sem við vorum alltaf að tala um. Þú veist, í staðin fyrir að fá sér hamborgarna, fá sér salati stundum í hádeginu. Þetta er ekki flóknara það. Og þú sattur eftir salatið, liður miklu betur og ég rekjum svo ofta á þetta, ég fór að hugsa meira um þetta, að svona kýla sig út, ég gerði þetta svo oft, ég fastaði eitthvað til 12, 30 eða eitthvað líka sko, og kildi svo bara BOOM svo er ég bara svangur aftur klukkan 3, glórhungraði klukkan 3. Málið er nefnilega að þú gerir það nú oft, þú veist, að þú velur salatið nú oft fram með hamborgaran, þá kemur allt í hennu punkturinn þar sem að þeir langar meira í það heldur en hamborgaran. Það þarf ekkert svo mörg skipti. Nei, það er nefnilega, það er svo magna núna, við vorum í ferðalagi nú með fjölskylduna og ég var að velja sko salati fram yfir áðins einhvern veginn að vera að pína þig. Áðins að vera að pína mig. Já, þetta er bara kjúklingasalat. Þú veist, bara fínt. Það er sleppa beikoninu, bara býðum þetta. Það er svona magnað. En svo er náttúrulega, þú veist, alls konar hluti sem maður þú veist, á svona erfitt með kannski, þú veist, það er svo magna hvað kallar á þetta mönns. Þú veist, hvað er það sem þú dettur í þetta salgæti, svona langar í salgæti svímuna, eftir hvað það er og svona. Þú veist, það gaman að fylgjast með manni hjá manni. Mér er þetta svo miklu vana, sko, eins og núna ég er nú frekar öflugur, svona miðan flesta. En svona einmitt núna undanfæri, það var allt í einu var ég svona, þú veist, ég var alltaf að keyra sömu leiðina og allt í, því ég nefndi svona tepóla með súkkulaði, sko. Allt í einu, það fyrir veikleiki. Kipp einni svoleiðis. Og svo áður en ég viss af, næst þegar ég keyri fram, kipp með einni. Og þá er strax bara, þetta verða vana. Þá þarf maður að klippa á þetta áður en þetta verður ofur ótgróði, sko. Einmitt. Þetta er alveg magnað. Ég fór alltaf til Helga í podcast, fór alltaf á N1 upp á Höfða og tók eina rósbíf og einn orkudrykk og þetta mér fannst einhvern veginn, ég gæti ekki fungera í þættunum án þess. Já. Og það er svolítið líka í mér. Ég er svona í sykur, orkudrykkir, aldrei áfengið eða eitthvað annað, þú veist, alltaf svona eitthvað svoleiðis er alltaf verið svona, veist, það er einn orkudrykk á þeirri fyrir á svið. Já, ég tengi þetta um kaffið, sko. Já, einmitt. Ég er alltaf, ef það er eitthvað svona sem er performance, sko, ef við erum að taka viðtal, ef við erum að taka æfingu, gera eitthvað, smá koffín. Já, og það er það sem að, ég var svona mest smeykuð þegar ég hætti þessu koffínbröldi, ég get ekki kaffi bara, ég drikk svona 4 kaffibolla síðan ég fekk hjartaáfall. Og það var svo skrítið, ég fekk engan hausverk eða neitt eitthvað, ég var ekkert mikill kaffimaður, en hérna, það var svona sem ég, og svona smá smeykuð við, að það er einhvern veginn hafi ekki þetta backup og núna hef ég tekið upp heilu podcastættina sem ég hef bara ekkert verið búin að borða sem ég finnst alveg ótrúlegt fyrir að ég hef ekki ímynda mér að gera það fyrir einhverju síðan og fengi bara jafnvel eitthvað matcha eða eitthvað hjá Helga bara rétt til að dreipa á. Bara eitthvað, þú veist, matcha í þig? Já, þetta er bara svona og mér líður svona eins og ég megi ekki viðurkennandi þá var Helgi búin að vinna veist hvað það við? Mátt ekki láta hann vinna helítið á honum en svo hafa hann rétt fyrir sér þá var hann búin að tala með þetta í ykkur 500 þættum en svo er spurning hvað við um að tala mikið um Helga, sko, hvað hann er graður, sko. Já, það er alveg graðast vinnur okkar það er bara síðast alveg sér, það er enginn hætt úti sem er graður en hann og það er skemmtilegt. Já, það er bara, sko, þú átt bara að vera með fólki sem er gratt í lífinu, ekki þetta kynferðislega gratt, sem er bara gratt í hluti í lífinu. Já, ég er sammála því. Það er gott að vera graður. Það er gott að vera graður og það er ekkit eitthvað, og þú veist, þetta er bara að vera graður í, bara að gera eitthvað skemmtina hluti, vera graður í, þú veist, hitkynnið eða, þú veist, vera graður í að, þú veist, búa til eitthvað eða peninga eða, þú veist, ekki að nota íslenska orðið að vera með lífsþorsti, nákvæmlega og það er svolítið svona, ég finn eins og í kringum Evu Rúsu, í kringum Helga, þú veist, svona fólki sem þú dregur að þeir í kringum Emil vinn minn, það er svona alltaf verið að skapa og búa til eitthvað og
og spái eitthvað, hvernig þetta gera meira hérna og svona, þú veist. Það er ekkert verra sem kveikir minni í mér og ég held að það sé nú ekkit eitthvað, það er nú bara í flestum, það er eitthvað flatneskja. Og það er alveg sama hvað það er í samböndum, vinnu og ég uppgöta var rosalega hjá mig núna. Ég fór að tók upp hérna lekið þáttur sem heitir Útilega á Skjá 1 og ég var síðast ári og hérna og ég var leikið þessu þáttum og ég vissi alveg að svolítið barist fyrir mér að komast hann hérna Fannar Sveins, hann barði svolítið fyrir mér að koma inn í þetta. Það var allt lærði leikar og geggja leikar Björn Dórs og Elma Lísa og fullt á öðrum og ég kem hann inn og ég átta mig á því þarna sem er ótrúlegt og ég er búin að vinna við skemmtara bara sem 2017 núna bara full time og ég átta mig á því þarna í maímánuði 2024 að ég er staðnaður. Aha. Já. Og ég er alltaf í þessu öllu með Everúsi alltaf út allt og gera eitthvað nýtt og það er nýjársat í þarna og eitthvað og ég var bara áttað með því þegar ég fór að leika í þessu þáttum að ég er bara algjörlega staðnaður. Ég er bara alltaf í því sama. Ég held að það get ekki gert í þessum bransa. En það er ekki endilega að maður sé alltaf að tala um það sama, sé alltaf að gera sama, en ég var bara svona, ég þurfti þetta challenge. Já. Þannig, þú veist bara, ég fann þetta enda gott fyrir mig að heyra þetta, því ég er pínu staðnaður, sko. Já. Maður veit þú ofta ekkert, ég hafði ekki hugmyndu það. Það þarf ofta ekkert mikið, skilur, bara tvíka aðeins, breyta aðeins því sem þetta gera. Já. Pikka eitthvað nýtt, nú erum við nú aðeins byrjaðar að taka upp golfkilvunar. Ég er svo spennt. Vera með ný áhugamál og eitthvað svona. Já. Eitthvað sem reynir aðeins á mann. Já. Ég sá þetta Stefán Einars. Mér er svolítið gott. Þú tókst traunin að Stefáns Einars og breytir í motivation. Mér finnst það geðveikt. Talaði um flóðhest og eitthvað svona, allt og sinn og eitthvað. Þetta gengur ekkert. Þegar ég heyri svona, þá verð ég líka alltaf, þá verð ég að sanna að þetta sé ekki rétt. Maður verður að afsanna þetta. Já. Og svo endar þetta svona, að þú vinnir hann í einhverju móti. Það reyndar er, ég held að hann sé búin að æfa síðan að krakka. Já, hann er með þetta. Hann er mjög góður. En hvernig upplýður þú væri staðnaður? Bara að þú værir, þú veist, að ég mitt var að tala við vinn minn í gær. Já. Og hann hérna hringdi mig og svo segir ég, hverju, bara geggjað og svo segir ég, það bara er ekkert að. Það bara er allt æðislegt. En samt eitthvað svona einmitt. Ég held að ég hafa einmitt bara í gær, þá var ég einmitt, vandar eitthvað nýtt, skilur. Eitthvað sem að kveikir aðeins í mér, setja bakið aðeins upp við vegg og láta reyna aðeins meira á mig. Já. Það er bara málið og svo sko, stundum þá vill maður bara allt sé alltaf eins þú mæti bara þarna nú ertu bara komið nú get ég hallað mér aftur nú ertu bara svolítið komið ég er bara með podcast, ég er með enska boltan og eitthvað svona dæmi og nú þarf ég ekkert lengur að vera í ykkur en svo kemur alltaf að því að þú þarft alltaf það er svo skemmtilega við, þú þarft alltaf meira, eitthvað aðeins öðruvísi og ég fann það þarna, ég var mættur þarna mætti hjá þessu fólki sem er sko allt lærði leikarar og svona dæmi og ég svona og þetta var svo mikið spiritual fyrir mig en þess að sko við vinnum svo ógeðslega mikið ég og Eva og það er svo mikið bara og þannig einhvern veginn gæti maður setið tímunum saman og milli, við vorum alltaf saman í þessu, alltaf öll saman þetta var tekið svolítið í flæði og það var svona verið að tala og spjalla og ég hafði bara ekki lent í svona löngum spjöllum og sögum alveg heilengi, veistu hvað við? Það byrjaði bara þannig. Ég bara, það er bara hægt að sitja hérna og spjalla bara ekki neitt og einhverja sögur, einhverju leikurum og leikhúsi og bíómyndum og þetta var svo áhugavert. Og hérna, og mér fannst einhvern veginn að ég væri alltaf í þessu hamstra hjóli sem er alltaf bara næsta ásatíð, næsta gig, næsta þetta. Akkurat. Aldrei tími til einhver svona, ok, hvað er það sem að, veist, er eitthvað tími til að skrifa jafnvel eitthvað, uppistand, handrit, veist, maður liður svona að það var aldrei tíma, maður alltaf að hvíla sig fyrir næsta gig. Já, einmitt. Er ekki líka bara góðu maður Tony Robbins, hann segir alltaf sko progress equals happiness, hann segir einmitt það er alveg sama hvað hún er lán, þú verður alltaf að vera progressa, þú verður alltaf að vera að fara áfram. Einmitt. Þannig að þetta sem þú segir með hallaðar aftur í stólnum, það er aldrei komið. Nei. Þú veist, við getum kannski að halla okkur aftur í smástund, en svo bara, mér bara byrjar að leiðast og ég verður þunglindur ef ég halla mig bara lengi aftur. Já. Það virkar ekki. Nei, og það er svona einhvern veginn, þetta er orðið of gott og þess vegna er svona, þú veist, maður sé þess að milljónamenn eitthvað allir, alltaf einhvern veginn að stækka og fólk er alltaf að tala hversu mikið pening þarftu heila? Hvað þarftu? Þetta er bara, þú verður að vera í stöðu framþróun.
Þetta mjög góða punktur. Ég held að þeir sem að skilji ekki milljarðamæringa og einmitt þeir, hvenær þetta komið? Man ég mitt að ég var satt eitthvað tíðan með Björgólfi Tóri í London og það var fyrir svona 10 árum, eða svona 8 árum og þá man ég mitt að ég spyr hann bara, en hvenær er þetta bara komið gott? Og þá horfir hann á mig og segir býtu, ertu ekki hérna á besta staði í London? Ég segi, jú, er þetta ekki flottasta office sem þú hefur verið í? Jú, svo gaman að vera í þessum leik, akkur ætti ég að hætta? Já, einmitt. Ekki svo frá, hún meinar. Það er málið. Þetta snýst ekki bara einhvern veginn ég verð að vera meira ríkur af því ég er svo hræddur ég hafi ekki nóg. Nei. Þetta er það sem bara er að gefa þið mest í lífinu og það bara er að halda áfram. Já. Taka nýjar áhættur, skoraði eitthvað á hólm og eitthvað. Brenna sig og gera mistök og vera kjánalegur og allt þetta. Ég fann það þarna og ég kom eiginlega, svona bara, ég tala svo mikið með yfir Úsu, við vinnum svo ógeðslega mikið saman. Hún er að koma nefnilega. Næstu viku. Og það verður held ég one hell of a show. Og það er svo, einn mesta guðskjöf bara sem ég fengi þegar að fá hann í líf mitt. Bara, hún er ótrúleg. Og þetta var held ég besta sem gæti líka gerst fyrir okkar samband. Við erum eiginlega í sambandi. Þannig, við erum öll í einhverju samböndur. Og það er bara, ég kom svo ferskur svona, með allt þar að sín og maður kemur svona, maður kemur miklu meiri power inn þegar maður er búin að koma staðins út og þetta er svona svolítið þetta er svona hvernig getur maður lýst þessum að væri í hjónabandi það var eins og viðkomandi að það fengið að fara bara eitthvert til Bali eða Tenni eða eitthvað og bara koma svo bara fersku tilbaka átt að segja, herði, þetta er geggja sem við erum að gera, getum við uppað þetta eins og gert eitthvað svona bara skemmtilega og þetta fólk hérna og þetta var bara spiritual dæmi hjá mér, þetta var bara andlegt dæmi þessi þættir og fá að vinna með þeim og vera í þessu flæði og fá svona rosalegt frelsi við að skapa og ég hef alltaf verið svona erfitt með að læra texta alltaf setur einhver texta verið fram mig og verður að segja þetta þarna og bara, það er eitthvað í mér svona rosalega sterkt að ég get ekki farið eftir því sem ég sagt við mig ég bara get ekki farið eftir því sem ég sagt og það er bara og kona mér veit á, Helgi veit á og fólki kringum mig þekkir það sem er alveg þekkir mig sko og það spilar inn og það er bara, ég á rosalega erfitt með að eins og, ef að ljósið er bara segja mér, herru, diskurinn handa í vaskinn, eða eitthvað, eða þú auðvitaðlega þá tek ég hinn diskinn ég bara get ekki gert það sem hún biður að segja mér en ég get alveg, ég ger alveg heimilis ég ger það allt, en ef leiður einhvern byrjar að stjórnast í mér þá er ég bara ógeðslega erfitt með það. Ég held að sé til orðið verið það, sko. Já. Oppositional defiant disorder, eða mótþróa þrósku röskun. Já, einmitt. Þetta er bara svaka. Það hljómar svolítið svoleiðis. Já. Bara leiður einhver byrjar að skipa þér einhvern veginn og gera, og ég held að það sé líka, sko, gott partur af þessu. Það er gott að vera líka með þetta. Þetta er ekki bara alls slæmt. Nei. Þetta er alveg svona maður bara vinna með sjálfur sér. Maður vinna með sjálfur sér og vita það bara, já, ég þarf að fara með rusli núna og ég gera það áður og biðum það. Þetta sko. Þannig að svona, en þannig fann ég líka bara, og ég fann bara, þetta fólk, og ég hugsaði það sem gerðist líka, ég sat hana og ég hugsaði, já, ég hefði getið orðið einna svona, ég hefði getið orðið leikari og mamma alltaf segja þetta fyrir leikskólan, nei, hérna leiklistaskólan sín tíma og ég var svona, já, ég hefði getið orðið ég fór svona að sjá mig hvernig ég hefði getið orðið einhvern veginn og leiklistaskóla verið bekk með einhverjum krökkum og við höfum haldið á, það var svo magnað að geta séð sér einhvern veginn og svo hugsaði, en ég er hérna ómenntaður, enn einu sinni er ég mættur ómenntaður eitthvað ég er alltaf að ég er búin að leika í bíómynd, ég er búin að leika í þáttum ég er hérna verið með sjónvarpsþátt á Stöð 2, útvarpsþátt, podcast og vera skemmt ég er með uppistand, ég er með veislustjórn allt þetta og það er engin menntun og það er ekki, og menntun var það sem að dróð mig mest niður í sjálfsöryggi og sjálfsáleiti þegar ég var krakki og ég var ekki með menntun og ég gat ekki lært Ég er nefnilega að kannski, það er auðvitað að segja þetta eða það er svona kannski
Það hljómar aðeins betur þegar þú segir þetta verandi með menntun, þú veist, eins og ég er með háskólamenntun. Ég, þú veist, eins og þegar strákurinn hennar systur minnar sem núna hann á menntaskóla aldrei. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvi.tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.